Þá það helsta úr kafla 15.2 þar sem menn talað geiminn vigursvið og við skulum byrja á því að láta sem svo við höfum gefið fall fí, það er tölusvið og stigul þess, það gefur af sér vigursvið, getum kallað það því að stigull af tölusviði er jú þannig að við deildum í þessar höfuð áttir út og suður og aðja. Í stefnu x árs deildum við til x og deildum í árs deildum við til y og í stefnu z ársins deildum við til z og við skulum bara rifja þessu upp bara því við ekki gert það lengi að y þýðir ekki annað heldur einingavegurinn 100, j er 010 og k er 001. Svo margföldum við jú þetta bara inn og fáum þessa framsendingu og þetta minnir okkur bara á að við getum jú skrifað hvort heldur sem er stigulinn þessu formi hér eða þessu formi hérna, hann er jú dálkvegur. En þetta getum við kallað stóra F sem er jú vigursvið sem falla af x og z eða einhvern stigun. Og ef við snúum nú spurningunni við eða öllu heldur því sem við settum hérna fram og látum F vera að gefa vigursvið sérst við byrjum hér á þessum enda er þá alltaf til tölusvið sem er þannig að þau tökum stigulvest að fá við F og svarið við því er nei. Þetta gerist sérlega ekki ef að F er ekki samfellt á einhverju formingi, einhverju gefnu formingi. En hins vegar ef fí er þannig að það á sér eða er þannig að til er tölusvið fí þannig að við tökum stigulina fí þá fáum við F á formingi sínum það er svona undirskilið að þá segjum við að F sé geimið og þetta er þá skilgreining. Geimið vigursvið og það er þá þýðing á konservativ vector field svona og ef jú já, þá er kannski auðveldast einhvern veginn að já, hvað við skulum byrja á einu ef að F er samfellt þá verða ég ætla að orða þetta öðruvísi ef að svona ef F er samfellt þá náttúrulega þarf að blönduðu afleiður þess að vera til einhvern veginn. Við skulum að skoða hvað þetta er. Hvað er DFI? DFI verður þá að vera það er F, já það er þá
alltaf blönduðu afleiðurnar. Nei, fyrirgefið, það er hnitaföll F. Kannski hægt að skrifa þetta öðruvísi, en þetta er auðvitað d phi dx setja bara hérna. Þetta er d phi dx, d phi di og d phi dz. Og við verðum að hafa að blönduð afleiður físins uppfylli, ég ætla að segja hérna fí samfellt. Það sem langar að segja þýðir að þegar við deildum fí með tilliti til x og svo með tilliti til y, þá verður alltaf líka að gilda, þetta er bara það sem við höfum áður sér, að við deildum fyrst með tilliti til y og síðan með tilliti til x. Hvað sé ég? Fí samfellt. FF samfellt. Laga þetta inn á eftir. Og svo náttúrulega gildir þetta er í þremur víddum, þannig að við deildum fí með tilliti til setu og síðan með tilliti til x. Þá verður náttúrulega líka að gilda þegar við deildum fí með tilliti til x. Og það sé og síðan til þess að þetta sé þetta sama, að allar blöndu afleiðurnar eru þær hinnar sömu. Hvað er eftir hérna? D upsilon og d eru phi d upsilon d zeta. Þetta verður sem sagt uppfyllt. En með öðrum orðum, við sjáum nú að í staðin fyrir d phi dx getur við sett f1. Þetta er sem sagt að því ef sem sagt því er til, þá náttúrulega er þetta sjálfkrafa uppfyllt. Sem sagt getum við sagt í staðin fyrir þessa hérna jöfnu, þá getum við sagt d phi dx er f1. Deildu það með tilliti til í. Það verður sama og býðum við d phi di, það er f2. Þannig þetta verður að verða sama. Við deildum fyrsta nýtafall með tilliti til í. Það verður sama að deilda fyrsta annan nýtafall með tilliti til x. Og ef við rýnum þetta hér, hérna byrjum við á því að deilda phi með tilliti til setu, það er f3. Sem við deildum með til f3 dx. Það verður það að vera sama og df u1 dz. Við erum ekki einhver minnisregla. Og hvað er þá eftir? Hérna er d phi di, það er f2. Þegar við deildum f2 með tilliti til setu, þá er það eins og að deilda það verða eins og að deilda f dz með tilliti til í. Og þetta má auðvitað líka skrifa svona. Þetta er auðvitað jafngilt því að segja að d phi d í mínus df 2 dx er 0.
og ef við færum nú hér yfir jöfnumerkið líka segjum bara d phi 1 d z mínus d f 3 dx er það líka 0 og hérna df2 dz mínus df3 di. Þetta er 0 og ef við skoðum þetta í samanburði við hvað ætli rótið að f sé, rýfum þetta upp, þetta er i og þetta er j og þetta er k, hérna er dx, ddi, dz, hérna stillum upp nýtaföllunum f1, f2, f3 og þetta skrifum við svona. Við setjum þetta upp, þá deildum við f3 með til í df3 di mínus deildum við f2 með til að setja df2 dz í og seta. Hérna sjáum við að þetta er eiginlega sami hluturinn og hér df3 di bara með öfum formerkjum, en við getum þá svo sem alveg lagað okkur að því til þess að sjá þetta á þessu sama formi, því að ef að þessi mismunur er 0 þá er líka, ef við snúum þessu bara við, þá er náttúrulega df3 di mínus df2 dz líka 0. Við erum þá komið með fyrsta hnitafallega rótinu og svo tökjum við í stefnu í ást, þá segjum við df1 dz df1 dz mínus df3 df3 dx df1 dz mínus df3 dx df1 dz mínus df3 dx. Þetta birtist hér sem annan hitafall rótsins og svo loks þriðja hitafall rótsins er df2 deilda með til x mínus df1 dz. Svona. Ef að hnitafallið, þetta verður að vera 0 0 0 ef að segja einhver möguleiki á að vera til þess á því að f sé geimið. Lítum nú aðeins á þetta aftur. Hvað gerðum við hér? Hér er skilgreining. Ef vígusvið er þannig að til er tölusvið phi
sem sagt að við tökum stigulinn af tölusviðinu, þá fáum við sviðið sem við byrjuðum með. Þá er f-sagt geymið. Og skoðum aðeins hvað þetta þýðir. F hefur náttúrulega hnitaföll, F1, F2, F3. Ef að tölusviðið er til, þá tökum við stigulinn af því og þá verður náttúrulega þetta tvennt að vera það sama. df í dx er F1, df í di er F2 og df í dz er F3. Sem sagt að segja að F sé samfellt. Já. Í rauninni er það deildanlegt. Phi er samfellt, þetta er rétt hjá mér. Og ef phi er til, þá eru blönduðu afleiður þess falls sömu með til þess að þriggja breytistæra. Við þurfum til að skoða 1, 2, 3 möguleika, bara blöndu afleiðunar. Og svo rekjum okkur í gegnum þetta í staðinn fyrir df í dx skrifum við f1 og svo framvegis setjum þetta skilyrði upp svona fyrir upphaflega fallið, því að við þekkjum þetta fallið, vildi ekki vera með að leita því. Þannig að við viljum skrifa þetta svona sem jöfnur og svo fyrir við að skoða þetta betur og sjá þetta minnir okkur á eitthvað. Jú, þetta eru hnitaföllin í rótinu. Þannig að þetta þýðir að ef að rótið af phi er 0, þá er hugsanlega til svona tölusvið phi. Þannig að þetta er eins konar afleiðujöfna, diffurjöfna eða deildajöfna sem við erum að leysa. En vandinn er nú sá að jafnvel þó að þetta hérna skilyrði sé uppfyllt, þá getur það gerst að phi er ekki til. En við höfum ekki áhyggjur af því í þessu námskeiði. Nú, þannig að það er akkurat þetta sem maður kannar þá bara þess að athuga hvort að vigursvið sé geymið. Við athugum hvort að rótið sé 0. Það tapast ekkert einhvern veginn út úr sviðinu. Setjum aðeins á pásu.
Já, ég ætlaði nú að setja pásu. Jæja. Þetta þá nauðsynlegt skilyrði fyrir því að f sé geymið vígusvið að þessi jafna rótið yfir vígusviðið eða rótið eða vígusviðinu sé ekkert. Þessi jafna sem sagt sé uppfyllt. Og við getum gefið meira ef þetta er sem sagt nauðsynlegt. En þetta er ekki nægjanlegt. Ef hins vegar við vitum einnig ef formengi nú notum við bara þessa niðurstöðu, við sönnum hann ekki. Ef að formengi f sem bara heiti d hefur engin göt þá við vitum þetta líka, þá er þetta skilyrði einnig nægjanlegt. Við höfum séð og þegar vorum að skoða formengi nægjanlegt, þá vitum við að fyrir víst að það er geymið. Hvað er áttu með götum, skoðum bara XY-plan, einhvern mengi D og ef það eru svona göt í því, við höfum séð dæmi þar sem við höfum verið með formengið, það er kannski allt R og svo klipptum við sporbaug út úr því, þá götótt formengið. Þetta er þá götótt en eitthvað svona D, það var bara svona samfellt hjá mér. Þetta hefur engin, þetta formengi er án gata, þess að það er einhver svona hringir þannig sem við klippum út úr því. Hér vitum við ekkert það hvort það er geymið, þó svo að jafnan eða rótið af vígusviðinu sé 0. Þá vitum við nú ekki hvort að það er til svona tölusvið, en hér vitum við það. Svona, maður verður svo glaður að vita. Svona. Nú er og við skoðum þetta til dæmis hér bara dæmi 15.2.4 dæmi 15.2 dæmi nr. 4 og við spyrjum er vígusviðið það er reynda bara ég er 2 gefur er 2 sem ég gef með formúlunni það ekki bara að skrifa það svona f af x, y það er x á móti x í öðru pluss y í öðru x í öðru pluss y í öðru og y á móti x í öðru pluss y í öðru. Er þetta vígusvið geymið? Og það er nú voða einfalt að kanna skilyrðið, þetta nauðsynlega skilyrði, að því við erum bara með 2 hnitaföll, þá verður þetta hérna 0, þannig að það nægir bara að kanna
hvort þetta hérna skilir sjá df2 dx mínus df1 di hvort það sé 0 og í tveimur vítum höfum við nauðsynlegt skilyrði nauðsynlegt skilyrði NaU nauðsynlegt skilyrði það er að D F1 dx minus df2 nei f1 di minus df2 dx svona að það sé 0 og ég kanna það bara ef ég deilda nú það sem hér stendur með til í hvað fæ ég þá ég kannski bara gera þetta d f 1 d i er þá deildum við þetta hér allt saman með tillit til x og fæ skrifa þetta bara upp di x á móti x í öðru pluss y í öðru og x-ið er fasti þannig að þetta verður já, þetta verða 2i við deilda nú innra fallið á móti x í öðru pluss y í öðru allt í öðru ef að fá mínus hér veit ég líka að það sem 2 fall bara nota góðaregluna en við ég gleymi x-inu 2ix svona og við deildum df2 með tilliti til x það er að segja dx af y á móti x í öðru pluss y í öðru deildum þetta í hérna með tillit til x og fá við hvernig þetta allir það er mínus 2ix á móti x í öðru pluss y í öðru allt í öðru nú greinilega er skilyrðið fyllt þessi jafna fyllt nú þá er það spurningin getum við fullyrt að það sé geimið sviðið nei því að formengið inniheldur ekki 0 ekki að var 0,0 hér í þessi punktur hér útilokkar það er gat í formenginu svoleiðis að við getum ekki fullyrt það ef við veldum hins vegar formingi þar sem að 0,0 var hvergi nálægt þá getum við sagt það strax en nú þurfum við að leita mættinu og ímyndum okkur að það sé til eða látum sem svo að það sé til og segjum þá að ef phi er til
við komumst að því ef það ekki, það brestur eitthvað. Ef phi til, þá getum við skrifað náttúrulega að f1 verður að vera sama á d phi dx og f2 verður að vera sama á d phi di. Þessa hérna jöfnu getum við skrifað náttúrulega þannig að já, d phi f1 dx og við leyfum okkur að því við erum bara að heilda með tildi einna breytistærðar að skrifa bara d phi jafnt og f1 dx. Þetta verður þá að gilda og heildum og heildi og örsmæð. Við viljum þá segja að phi þarf að vera á þessari gerð hér. Hvað var f1? Það var með heilda sem sagt x á móti x í öðru pluss y í öðru dx. Þetta verður þá að gilda. Phi verður að vera þetta og ég nú kannski einfaldast að nota breytuskipti sem bara u sé x í öðru pluss y í öðru og að því við erum að skoða með tildi x þá verður du jafnt og hvað 2x dx 2x dx og við getum þá að skrifa þetta í staðin fyrir x dx kemur hálftu, þannig að þetta jafnt og hálfur og svo heildið, við látum þetta óeiginlegt heildi du á móti u, þannig þetta hálft ln af u en eins og við erum skilgjönd jákvætt alltaf, þetta bara gleym ég alltaf fastanum pluss einhverju heilduna fasti. Já, hann nefnilega hugsanlega háður í því að við vorum að deilda með tillit til x og þetta getum við þá skrifa svona hálfur x í öðru pluss y í öðru pluss einhver liður sem háður í. En það nefnilega það. Við vitum ekki hvað hann þannig að við þurfum að stökkva á þessa jöfnu hér, köllum þessa 1 og fáum út frá 1 þetta hér og köllum þessa 2. Út frá 2 fáum við að phi verður líka að vera heildið yfir f 2 di og bara segja heilda y móti x í öðru pluss y í öðru di og bara já, hvað maður að segja þá breytuskiptum að fá nákvæmlega sama hálfur ln x í öðru pluss y í öðru pluss einhver fasti sem þá kallar hann 1 sem þá háður x því að við til að fá sko hnitaföll 2 þá deildu við phi með tildi í. En þetta tvennt á að vera nákvæmlega sama, phi hérna og phi hérna og þetta sjáum við alveg það sama, svo lesa C1 C1 og C2 getur ekki verið annað heldur það sama og það því bara fasti.
þá phi, ef til það hálfur sinnum ln af x í öðru pluss y í öðru pluss einhver fasti. Og svo getum við aðtókt að rétt reikna með að deilda þetta hér með til x og vitum enn þá fáum við gerum þetta bara. Við deildum phi, bara svona tekk. Við deildum phi með til x, dx, þá fæst, 1 á móti því sem hér stendur. X í öðru pluss y í öðru. Og við vorum deildum til x og svo fáum við 2x hér. Samkvæmt hjöðreglunni. Og þetta jú x á móti x í öðru pluss y í öðru sem var jú f1 og nákvæmlega sami við deildum phi með til í þá fáum við f2. Þetta passar. Við gátum svo sem líka, við vorum búin að finna phi hérna í 1. Það hérna. Þá gátum við náttúrulega að prófa að deilda þetta hér. Aðtúa hvort út kæmi f2 ef við deildum þetta hér með til f með i. Þannig að þetta svona öruggleið sem við farin hér en hún ekkert alltaf fljótlegust. Já, þá skulum við skoða svona út frá því svo við áður séð jafnhæðalínur og annað að nú hægt að tala jafnmættislínur eða jafnmættisfleti og í kafla 12.7 þá sjáum við að stigull fals sem stikaður með r normall á hæðalínuna ef við setjum fallið sem við gefið eitthvað tiltekna hæð. Og ef við hugsa nú, þannig að við ætlum að sjá þetta, við segjum bara r til dæmis fall af tíma, það að segja x, y og z og hvert hnitafall háð einhver einni breytu. Og ef við deildum nú þetta hérna fall f að fall af r að t þá fáum við jú df af r og svo gefum við keðjureglan fyrir fall af fleiri nettivirkastærð og við deildum eina falli líka dr dt og af því það fasti hér með jafnamerki þá hann 0 og við höfum jú sagt að í stað fyrir d hér getum við skrifað þetta sem stigul og kannski við gerum það bara núna því að fulleringi var sett fram stigulinn. Þá lítum við líka bara á þetta sem innfeldi. Þetta dálkvígur, í staði fyrir með hinum hættinum þá lítum við á þetta eins og fylgjamarkvöldum þar sem þetta línuvígur og þetta dálkvígur. Nema hvað, þetta þýðir að þetta hér stigullinn að fallinu stendur hornréttur á snertivegur línunar dr dt og hann því normall á hæðalínuna. Almennt getum við því sagt að hæðalínur mættis phi af r og þær kallast jafnmættislínur. Það kannski þið notið frekar í eðlisfræðinni jafnmættislínur. Og nú að muna potential
mættir, potential curves, gúrugur. Og vigursviðið, sjáum það því sem þarna stendur. Og vigursviðið F, sem skilgreint svona, eða hægt að skrifa sem gradient eða stígul af einhverju mætti, og stendur það er hornrétt eða stendur hornrétt á hæðalínunar. Hana. Og ef við skoðum aftur þetta dæmi sem vorum að skoða áðan, 15 dæmi, lítum aftur á dæmi 15.2.4, lítum aftur á 15.2.4, og við skulum taka bara einhvern fulltrúa fyrir mætti, við getum hliðra því eins og við viljum og tökum fastan jafnt og 0, sem bara f af x, y er þá hálfur ln af x í öðru pluss y í öðru, hálft ln af r í öðru. Og hvernig finnum við jafnmættislínur? Við finnum jafnmættislínur. LINUR. Og þá setjum við þetta þá setjum við þetta í hæðina h, þess að phi, segjum bara hálft ln af x í öðru pluss y í öðru er þá eitthvað fasti. Og þetta er ekkert erfitt að leysa, segjum bara eins fasti deilt með 2 þá, og þetta hefur þá laust að ln af x í öðru pluss y í öðru þá jafnt og c, sem að gefur að x í öðru pluss y í öðru er e í veldinu c, sem er einhver jákvæð stærð, hvað er það bara er r-frátækið á stóra r. Þetta er jákvæð stærð, þannig ég setja bara í annað veldi. Svoleiðis að svona sem við höfum fyrir ólíka radíusa, já, þetta er þá hringur með radíus, já, r í öðru, og við getum og séð fyrir okkur hvernig þetta jafnmættislínurnar eru. Hérna höfum við þess að hérna ef að radíusin er 1, þá fáum við bara svona hring, og þetta af x ef að radíusin er 2, þetta ára hringur, þá fáum við eitthvað í þessum dúr. Og það er jú sagt að f stendur hornrétt á jafnmættislínurnar eða hæðalínur almennar, og enda þetta minnir okkur á eitthvað þegar við skrifum jú f af x, y er við skrifum þessu formi hér, x í öðru pluss y í öðru, og hér höfum við x y pluss y jó, þegar við skrifum þetta nú á þessu formi hér, þetta er r á móti lengdin af r í öðru, og þá sjáum við að r náttúrulega er eitthvað sem stefnir beint út frá miðju, að
þetta er eitthvað kraftur sem að, já, hér verður nú mínus til dæmis, þá minnir þetta nú óneitanlega til dæmis á það hvernig þyngdarkrafturinn heiða sér. Nema þessi já. Er það ekki? Nei. Þetta síðasta var nú svona tenging við það sem vorum að skáða í kafla 15.1 og það var kannski svona meira eðlisfræðilega skírskotun, en þetta var þá kafli 15